Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir ekki ákjósanlegt í samkeppnisumhverfi að grípa þurfi til verðlagseftirlits með þeim sem selja eldsneyti. Það sé þó nauðsynlegt þar sem samkeppnin sé ekki nægilega frísk. Baráttudagur verkalýðsins var haldinn hátíðlegur í dag í skugga vaxandi óróa á vinnumarkaði. Formaður Eflingar segir að við blasi að forsendur kjarasamninga muni bresta. Minnst 570 voru handteknir í Tyrklandi í mótmælum sem voru skipulögð í tilefni verkalýðsdagsins. Táragasi var beitt þegar mótmælendur reyndu að komast inn á lokað torg. Siglingum til Grímseyjar verður fækkað frá og með haustinu. Grímseyingar ætla ekki að láta breytinguna yfir sig ganga. Sumir telja ráðamenn bíða þess að byggð leggist af í eynni. Gott kvöld. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir nauðsynlegt að eftirlit verði með olíufélögunum nú þegar virðisaukaskattur af eldsneyti úr dælu hefur verið lækkaður. En sé óljóst hvort gripið verði til sekta ef félögin skila ekki lækkuninni til neytenda. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr dælu tók gildi í dag og varir fram til enda ágúst. Lækkunin nemur 30 krónum á lítrann, bæði á bensíni og dísel. Lækkunin liður í efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar til að bregðast við verðhækkunum á olíu vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Tímabundið lagaákvæði skyldar olíufélög og söluaðila eldsneytis til að skila verðlækkun að fullu til neytenda. Samkeppniseftirlitið mun fylgjast með því og hefur heimildir til að sekta olíufélög sem brjóta lögin. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir að verið sé að undirbúa og móta eftirlit á grundvelli nýrra laga. Við munum eftir helgi senda félögunum gagnabeiðni og leggja upp svona gagnaöflun og síðan munum við leita sjónarmiða þeirra svona viðmið í þessu eftirliti og við munum einnig leita sjónarmiða frá ASÍ, Neytendasamtökunum, FÍB og eftir atvikum fleirum. Til standi að bæta við starfsfólki en á öðru leyti sé erfitt að átta sig á hversu viðamikið eftirlitið verður. Það ræðst af því hver viðbrögð félagana eru. Ef að fyrirtækin eins og maður getur gert ráð fyrir í samkeppnisumhverfi, nýta tækifæri og fara að keppa og jável sækja markaðshlutdeild og svo framvegis, þá vakna kannski engar spurningar og eftirlitið verður auðvelt. Ef að hins vegar félögin draga lappirnar eða við sjáum að álagningin fer fljótlega upp aftur þá getur eftirlitið orðið við að meira. Páll segir ekki ákjósanlegt að grípa þurfi til slíkra aðgerða í samkeppnisumhverfi. En ég held að það sé nauðsynlegt einfaldlega vegna þess að það ríkir fákeppni á þessum markaði og samkeppnin er ekki nægilega frísk. Það allar vísbendingar það og þess vegna þetta nauðsynlegt. Verð á eldsneyti hefur sveiflast töluvert síðustu mánuði. Það lækkaði mikið áramót með tilkomu kílómetragjaldsins og hélst nokkurn veginn óbreytt þar til heimsmarkaðsverð á olíu fór að hækka í byrjun mars. Samkvæmt úttekt FÍB verðið lægst í Costco en lítraverðið sumstaðar bara nokkrum krónum hærra á völdum sölustöðum hinna félagana. Hins vegar getur munað 30 krónum milli Costco og hinna félagana þar sem verðið hæst. Bensínverðið fór yfir 200 krónur í lok mars og var víða þar til í gær rúmlega 220 krónur. En eftir virðisaukaskattslækkunina lítraverðið aftur komið niður í 200 krónur. Ég bara kom að taka bensín, mér vantaði bensín og ég var bara að sjá allt í einu að það 30 krónum lægra en venjulega. Ég hef ekki fundið það. Hvernig líst þér á þetta? Bara ágætlega. Verður þetta til þess að þú fyllir tankinn eða eitthvað? Já. Ég fylla nú vanalega en ég fylla ennþá meira núna. Ertu mættur hérna í dag út af lækkuninni? Nei, það vantar bara bensín á bílinn. Ég kom með að ég bara þurfti bensín. Ég vissi ekki, ég var rosalega smá tómur. Tókstu eftir því að bensínverðið hefur lækkað? Já, ég sé það búið að lækka smá. Það er mjög næs. Ég bara eiginlega hafði ekki hugmynd, en það er geggjað, vildi bara bensín. Ert þú hingað komin í dag vegna lækkunar á bensínverði? Nei, hann var bara tómur. En vissirðu af því að það stæði til að lækka bensín í dag? Ég heyrði eitthvað með fréttunum í gær, en ég kom ekki út af því, það vantaði bara bensín. Hvernig líst þér annars á bara þessi lækkun? Bara vel, mjög gott. Vonandi þetta skilir sér allt til neytandans. Skiptir mig ekki miklu máli.
Nei, maður þarf bara bensín og kaupir maður bara bensín. Hátt á 700 manns voru handtekin í Istanbúl í Tyrklandi í dag þegar hópur verkafólks kom saman í tilefni verkalýðsdagsins. Hópurinn reyndi að komast inn á torg sem stjórnvöld höfðu látið girða af. Fjölmennt lögreglulið, flestir í óeirðarbúningum, hafði komið sér fyrir í nágrenni Taksim torgs í Istanbúl. Þar höfðu 2 hópar verkafólks boðað að reyndir þeir að komast inn á torgið sem hafði verið girt af. Stjórnvöld sögðu það gert af öryggisástöðum. Torgið mikið notað við ýmiss konar athafnir og því töldu verkamenn þetta ekki sanngjarnt. En tekið var á því af hörku þegar það reyndi að komast inn á torgið. Lögreglan beitti jafnframt vatni og táragasi að mótmælendum. Taksim-torgið tákgrænt fyrir stjórnarandstæðinga en það var miðpunktur mikilla mótmæla allt Tyrkland árið 2013 sem beindust að Recep Tayyip Erdogan sem var þá forsætisráðherra en nú forseti landsins. Yfirvöld segja að 575 hafi verið handteknir í mótmælum víða í Istanbúl. Tyrkneska lögreglan alltaf með mikinn viðbúnað á þessum degi og sérstaklega við þetta torg. Atvinnurekendur og sveitarfélög voru gagnrýnd harðlega á baráttudegi verkalýðsins í dag fyrir að velta sífellt meiri byrðum á launafólk. Þess var krafist að verð og gjaldskrárhækkanir verði dregnar til baka. Þúsundir tóku þátt í 1. maí kröfugöngu í Reykjavík í dag undir yfirskriftinni Styrkur okkar velferð allra. Gengið var frá Hallgrímskirkju að Ingólfstorgi þar sem boðað var til útifundar. Fulltrúar Öryrkjabandalagsins tóku þátt í göngunni til að vekja athygli á vaxandi fjölda öryrkja sem bíða eftir þjónustu. Þau sem eru að bíða eftir lögbundnu þjónustu sem eru að forræði sveitarfélaga, þeir eru á bíð eftir nánast öllu. Og biðlistarnir eru langir og þeir lengjast. Halla Gunnarsdóttir formaður VR ávarpaði útifundin á Ingólfstorgi og gagnrýndi meðal annars stýrivaxtastefnu Seðlabankans. Í mörg ár hefur launafólk á Íslandi búið við einhverja hæstu stýrivexti á byggðu bóli. Við mótmælum því að þegar illa árar séu skuldarar og leigjendur látin taka skellinn í gegnum svimandi stýrivexti. Þetta er pólitísk stefna. Hún passar þá sem eiga en varpar byrðunum á þá sem ekki eiga. Við krefjumst þess að fyrirtæki láti af verðhækkunum og dragi úr arðsemiskröfum sínum, stöðvum gróðasóknina. Við krefjumst þess að sveitarfélög dragi tilbaka yfirgengilega gjaldskrárhækkanir og stilli frekari hækkunum í hóf. Eftir að útifundinum lauk var víða efnt til fjölskylduhátíða. Félagar í Eflingu hittust út á Granda í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem boðið var upp á fjölbreyttar veitingar og skemmtiatriði. Formaður Eflingar segir að staðan á vinnumarkaði sé erfið og blikur á lofti. Við erum að horfa fram á það að forsendur kjarasamninganna muni bresta. Við reyndum í Efling, SGS ásamt félögum okkar í Samiðin og Byggðin að gera hér langtíma kjarasamninga. En því miður þá voru ekki aðrir tilbúnir til þess að gera það sem þeir höfðu samið og þá er ég að tala Samtök atvinnulífsins og ég er að tala stjórnvöld og aðra opinbera aðila. Verðbólgan ennþá gríðarlega há, vaxtahækkunarferli aftur farið af stað. Þannig að staða verka- og láglaunafólks hún er ekki góð á þessum tíma. Og baráttudagur verkalýðsins var haldinn hátíðlegur allt land. Á Akureyri var hátíðardagskrá á Ráðhústorginu að lokinni kröfugöngu. En þar flutti Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins, hátíðaræðu. Á Selfossi var ræðumaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður BSRB. Þar var lúðrasveit Selfossi í lykilhlutverki og lagavalið var fjölbreytt, bæði hefðbundin tónlist á baráttudegi verkalýðsins en líka bandarískt diskó. Þá í pólitíkina, ríkisstjórnarmeirihlutin myndi falla ef kosið væri nú samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Vinstri græn mælast með manninni á þingi í fyrsta sinn í rúm 2 ár. Samfylkingin mælist sem fyrr með mest fylgið að tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur mælist með rúmlega 21% og bætir við sig 2% frá síðustu könnun. Fylgi annara flokka tekur minni breytingum. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og Viðreisn tæp 11%. 3 flokkar mælast með rétt rúmlega 5% fylgi, Framsóknarflokkurinn, Flokkur fólksins og Vinstri græn. Aðrir flokkar mælast með minni stuðning.
Ríflega 6% myndu skila auðu eða ekki kjósa og 13% tóku ekki afstöðu. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 14, Miðflokkurinn 13, Viðreisn 7, Framsóknarflokkurinn 3, eins og Flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn náinn manni. Áfram dregur úr stuðningi við ríkisstjórnina sem nýtur nú 49% stuðnings og þetta í fyrsta sinn frá kosningum sem stuðningur fer undir 50%. Ríkisstjórnarflokkarnir 3 mælast með 30 þingmenn og samkvæmt þessu væri ríkisstjórnar meirihlutin fallinn. Nánar má lesa þessa könnun á ruv.is. Aðgerðasinnar á leið til Gaza sem Ísraelsmenn handtóku í fyrrinótt hafa flestir verið fluttir til Grikklands. Handtakan hefur verið fordæmt víða. Ísraelsher réðist í fyrrinótt inn á yfir 20 báta með aðgerðasinnum sem voru á leiðinni til Gaza með vistir. Ísraelsmenn hafa verið með hafnbann þar mánuðum saman. Ísraelsmenn segja að alls hafi 175 manns verið fjarlægðir af bátunum. Skipuleggjendur segja þó hafa verið 211. Þeir voru fluttir til Grikklands í fylgd grísku strandgæslunnar. Handtökunum hefur verið mótmælt víða, meðal annars í Grikklandi, Tyrklandi og á Ítalíu. Quindi ha violato il diritto internazionale, sono state colpite barche battenti bandiere di Stato sovrano, tra cui l'Italia, quindi anche qui violando il diritto internazionale. 2 aðgerðarsinnar eru enn í haldi og verða færðir til Ísraels til yfirheyrslu. Sambærileg ferð til Gaza var einnig stöðvuð í fyrra. Þá var íslenskur aðgerðarsinni Margrét Kristín Blöndal með í för. Grímseyingar eru mjög ósáttir við að Vegagerðin fækki siglingum í eyjuna yfir vetrartímann. Samgöngur hafi þegar verið óboðlegar vegna tíðra bilana ferjunnar Sæfara. Svona tilfinning okkar frá ríkinu að þeir allir bara ýta okkur út á ystu brún og vonast þess að við förum bara. Og með að þetta sé leiðin að skera þjónustanga til við getum bara hreinlega ekki verið þarna. Þetta sögðu Grímseyingar eftir að Vegagerðin tilkynnti að til skoðunar væri að hætta siglingum milli Dalvíkur og Grímseyjar á 50 dögum yfir haust- og vetrarmánuði. Þetta bara eitthvað sem við megum ekki og ætlum ekki að láta yfir okkur ganga. Það alveg á hreinu. Þetta er bara svífurlegt, skulum bara allar sér að gera þetta. Sæfari á samkvæmt áætlun að sigla út í eyju 3 í viku allan ársins hring. Frá miðjum janúar og fram í september hefur einnig verið siglt á 50 dögum og á sumrin bætast sunnudagar við. Vegagerðin segir 50-dagsferðina ekki vel nýtta og leitað sér hagræðingar. Því gæti raunin orðið 3 siglingar í viku yfir veturinn. Því mótmæla hverfis og bæjarráð. Fiskur fari degi síðar á markað, ferðamenn veigri sér frekar við að dvelja í eynni og erfiðara verði að sækja þjónustu í land. Ferðamennskan vaxi mjög mikið var hún að fáum árum hann heima og þetta er mikið áhrif og hann á svo náttúrulega fyrir okkur, bæði útgerðarmenn og sjómenn. Þetta er bara lægra fiskverð, það liggur á ljóst fyrir. Svo hefur Sæfari bilað títt undanfarin ár sem hefur kostað 100 milljóna og þýtt mikið rask í samgöngum. Sæfari hefur verið í slipp stundu 3 mánuði á ári, jafnvel lengur. Og það er náttúrulega algjörlega óþolandi fyrir íbúana út í eyju. 12-15 manns höfðu vetursetu í eyjunni í ár en nær aldamótum bjuggu 100 manns í Grímsey allt árið. Bæjarstjóri segist alltaf berjast fyrir að áfram verði siglt 4 sinnum í viku yfir veturinn. Annað gerir þegar brothætta byggð en viðkvæmari. Það er upplifun okkar að stjórnvöld séu núna að draga tennunar hægt og rólega og með mjög kvalarfullum hætti úr Grímseyingum. Við sögum áðan að Sigríður Ingibjörg Ingadóttir væri formaður BSRB. Hið rétta að hún er framkvæmdastjóri. Biðjumst velvirðingar á þessari missögn. En breskir rapparar, þeir Pete og Bas sem eru að nálgast áttrætt, hafa slegið í gegn og fara á tónleikaferðalög Evrópu og Bandaríkin í sumar. Barnabörnin komið þeim á bragðið. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, "What's this stuff?" And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while and he said, "You know, we could do something." I could. And I said, "Okay, let's give it a go. Go write something." And he come back with the basic words of "Shut your mouth." Yeah. We put it out and it went
absolutely viral. Yeah, absolutely. And still continues to do so Yeah, to it this certainly day. does, yeah. Þeir Pete og Bass gafu út sitt fyrsta lag fyrir tæpum 10 árum og njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, en fylla líka tónleikastaði, til dæmis í Oslo miðjan apríl. Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand. Hvis jeg kan bli som Pete og Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje. Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint å se at noen kan eldes med stil. June we're going to America, then we got a UK tour, then we got a German tour, then we got a cruise. Yeah, we got a cruise. And then we go to Romania. We will keep going until it becomes unenjoyable. I just stepped out in Turkey and I'm feeling dirty. Head to back, ooh so dirty. These must when I'm feeling thirsty. Keep the dumb board on top. And the 20 decks £1.40. Wife in Gibraltar broke that back for me. Það verður nánar fjallað Pete og Bass í heimskviðum á Rás 1 á morgun. En við ætlum úr rappinu í jazzin, því jazzþorpið á Garðatorgi í Garðabæ var opnað í gær og þar Erla María Davíðsdóttir. Já, það hefur verið sannkölluð jazzveisla hérna í Garðabænum, eins og réttilega segir, þá opnaði jazzþorpið í gær. Hér dagskrá alla helgina á brjálað stuðu langt fram á kvöld. En hjá mér hann Ómar Listræn, stjórnandi jazzþorpsins. Þetta í fjórða skipti sem þið haldið þetta. Já. Hvað verið að bjóða upp á hérna? Herðu, gæðamúsík frá hádegi fram á kvöld og síðan alls konar menning og eitthvað fyrir alla. Það hérna fyrir börnin og fyrir alla. Garðabær heldur þetta jazzþorp núna í fjórða sinn og þetta svona veglegar út af 50 ára afmæli Garðabæjar. Og einnig erum við alltaf með svona þessi húsgögn sem eru öll til styrktar Alzheimer-samtakana. Við erum með smávöru húsgögn frá Góða hirðinum og einnig erum við með núna nýjung sem eru svona gestastofu frá IKEA, Tech og húsgagnahöllinni sem þau gáfu húsgögn, þannig að allt til sölu og hver einasta króna rennur til Alzheimer-samtakana. Þannig að það ekki bara verið að skemmta sér, heldur einnig að leggja góðu málefni lið. Takk fyrir þetta, Ómar. Hér hann Ari Bragi, hann stýrir og stjórnar hérna herleghöttum í kvöld. Það verður tónlistarveisla hér, það ekki? Heldur betur. Við ætlum að spila alla Kind of Blue plötuna sem frægasta jazzplata og mest selda jazzplata allra tíma. Við ætlum að spila hana frá byrjun til enda og við ætlum á sama tíma að fagna 100 ára afmæli Miles Davis sem höfundur þeirra plötu og við ætlum að gera það með þessum hóp hérna. Og hvað það við Miles Davis sem svona frábært? Hann alltaf næra saman að svona jazz áhuga fólk og fólk sem þekkir ekki jazz og fólk kaupir Kind of Blue og það bara eitthvað sem klikkar. Getum við ekki bara fengið smá tóndæmi? Þá ætlum við að líta til veðurs og spurning hvort veðrið jafn ljúft og jazzin í Garðabæ. Það vestlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn og verður að mestuleyti þurrt á landinu þótt heldur verði skýjað og þá sérstaklega landið vestanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Nýliðarnir gerðu það gott í annarri umferð bestu deildar kvenna í fótbolta. IBVF átti góða endurkomu í leik sínum gegn Víkingi í dag. Ljóst var að Íslendingur myndi standa uppi sem sigurvegari þegar Hekken og Hammarby mættust í úrslitaleik Evrópubikars kvenna í fótbolta. Og Valsmenn eru komnir með yfirhöndina í úrslitaeinvígi karla í handbolta eftir sigur á FH í gærkvöld. Þetta og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir ekki ákjósanlegt í samkeppnisumhverfi að grípa þurfi til verðlagseftirlits með þeim sem selja eldsneyti. Það sé þó nauðsynlegt þar sem samkeppnin sé ekki nægilega frísk. Baráttudagur verkalýðsins var haldinn hátíðlegur í dag í skugga vaxandi óróa á vinnumarkaði. Formaður Eflingar segir að við blasi að forsendur kjarasamninga muni bresta. Minnst 570 voru handteknir í Tyrklandi í mótmælum sem voru skipulögð í tilefni verkalýðsdagsins. Táragasi var beitt þegar mótmælendur reyndu að komast inn á lokað torg. Siglingum til Grímseyjar verður fækkað frá og með haustinu. Grímseyingar ætla ekki að láta breytingarnar yfir sig ganga. Sumir telja ráðamenn bíða þess að byggð leggist af í eynni. Og
Við ætlum að kveðja ykkur í kvöld með myndum úr íþróttahúsinu Mýrinni í Garðabæ. Það sem dansarar á besta aldri komu saman í dag og sýndu afrakstur vetrarins en hópurinn hefur stundað dansleikfimi í vetur. Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.